Sjúkrahúsið á Akureyri hefur hlotið alþjóðlega gæðavottun á starfsemi sinni og fyrsta heilbrigðisstofnunin á Íslandi til að hljóta slíka vottun. Vottunaraðilinn alþjóðlega fyrirtækið DNVAF sem eitt af stærstu fyrirtækjum á þessu sviði í heiminum. Vottunin tekur til gæðakerfis og gæðastjórnunar, áhættustýringar og áhættumats, skipulags, allrar klíniskrar þjónustu, starfsaðstöðu, húsnæðis og réttinda sjúklinga. Árið 2014 var gerð forúttekt á sjúkrahúsinu, þar sem við fengum að vita hvað við þurftum að laga og hvað mætti fara betur fyrir alvöru úttektina sem var gerð á haustmánuðum 2015. Og í framhaldi af því fengum við vottun, alþjóðlega vottun. Þetta fyrirtæki DNVAF, það eru svo til mörg alþjóðlega fyrirtæki, þetta stórt og þekkt fyrirtæki á sínu sviði? Já, þetta mjög stórt batteri, þetta svona alið í orkugeiranum og svo heilbrigðisgeiranum. Og vottarfyrirtæki eins og í gasframleiðslu, vatnsframleiðslu og slíkt innaði og svo líka á heilbrigðisþjónustu sviði. En þetta fyrsti áfangi? Þetta fyrsti áfangi, þetta náttúrulega bara pínu langhlaup. Við höfum náð þessum merka áfanga að fá skírteinið og það gildir í 3 ár, en það ekki þar með sagt að þetta sé búið, heldur koma þau alltaf til þess að tékka á okkur. Við erum með úrbótaáætlun í gangi sem var sett upp í tengslum með heimsókninni í fyrra. Og þau verkefni eiga klárast á þessu ári og svo sjáum við hvað þau segja núna í haust, hvernig gengur. Þannig að við erum alltaf, það snýst að bæta sig og gera betur ár frá ári. Hvaða starfsemi það hér innan sjúkrahúsin sem að vottunin nær þá til? Þetta eiginlega allt, sko. Þetta allt frá því hvar þú setur slökkvitækið á vegginn og bara upp í líffæraflutninga. Þannig að þetta alveg gríðarlega víða mikið í rauninni. Staðgengill forstjórastofnunarinnar segir þessa alþjóðlegu vottun mikilvæga. Þetta sýnir að ef að menn vilja fara út í svona verkefni, jafnvel þótt séu á mælikvarða heimsins lítið sveita og sjúkrahús á Akureyri, þá það hægt. Þetta ekkert of stórt verkefni fyrir það. Við erum að sýna það að það sem að við segjumst vera að gera hér, það erum við að gera og það utanaðkomandi aðilar sem ekki hafa annarra hagsmuna að gæta heldur en að skoða það sem segja og votta það að við séum að gera það eftir ákveðnum stöðlum. Þannig að við getum sagt við þá sem að hinga að koma og leita þjónustu okkar að við erum að bjóða upp á þetta. Og kannski ekki síst líka að þeir sem að að greiða þjónustuna, sem að segja okkar ríkið, að þeir ofta að spyrja hvað það að gera fyrir peningana sem við erum að láta ykkur fá og við erum ofta að svara í einhverjum magntölum, en núna getum við líka svarað að það fylgja þessu ákveðin gæði líka. Þannig að þetta gæðastimpill í leiðinni? Já, má segja það að við erum sem sagt að bjóða upp á það að það sem að við höfum sagst vera að gera, það við raunin að gera og þegar þeir komi fyrst og gerðu svona forúttekt, þá kom í ljós ýmislegt sem að við höfum kannski ekki alveg átt á okkur á og það svona glöggt gestsauga og ég held að allir sem fari í gegnum svona vottunarferli fái svona ákveðna uppljómun, eða getur kallað það, að við höfum kannski svona ekki verið að horfa á þetta og hitt og það kemur einhver og segir, bendir á þetta og við þurfum að taka þá til í því og það höfum við gert og það staðfest núna með þessu skírteini, sko. Tók þetta skemmri tíma heldur en þið bjöggust við í upphafi? Já, ég held ekki sagt það. Við stefndum árið 2017 en núna 2016, þannig að kannski ári fyrr. Þetta hefur væntanlega þýtt það að starfsfólkið þurfti að leggja á sig ýmis auka verkefni. Algjörlega. Við byggjum þetta þannig upp að það einn gæðastjóri og svo gæðaráð starfandi og svo inn á hverri deild þá eru gæðaverðir að störfum. Þannig að við erum með sirka 30 gæðaverðir sem að skrifa gæðaskjöl og í samstarfi við sitt samstarfsfólk. Þannig að það eru mjög margir sem koma að þessu. Svo eru líka framkvæmdastjórar að skrifa gæðaskjöl, yfirmenn á deildum og ég held að með því segja að allir starfsmenn hafa komið að þessu með einum öðrum hætti á þessum tíma og þessu náttúrulega ekki lokið, sko. Nú hefst viðhald á gæðaskjölum og að betrumbæta ferla og allt þetta. Dæmi breytingar í starfseminni? Já, við erum það ýmislegt, við þurfum að gæta þess að öryggismálin okkar séu í lagi, við erum svona
kannski, eins og ég sagði áðan, lítið sveitasjúkrahús og við þurfum að passa upp á það að menn séu ekki að þvælast hérna á stöðum utanaðkomandi fólk sem á að vera að þvælast á sem dæmi. Við þurfum að gæta þess að það séu til verklagsreglur mikilvæga hluti sem við erum að gera fyrir sjúklingarna, þannig að ef að kemur einhver nýr og er að byrja hérna og þarf að fletta upp í hvernig hlutin eru gerðir hér, að þá hafa greiðan aðgang á því til dæmis. Þetta eru svona dæmi hluti sem að við þurftum virkilega að passa upp á, að þetta væri aðgengilegt og það er mikið höfuð að hugsa öryggismál starfsmanna, öryggismál sjúklinga og annað þvíumlíkt og hérna maður getur sagt að ef maður hugsa hvernig uppskriftin af svona að þá þarf að taka þessa ákvörðun, það þarf einhvað að fjármunum í þetta. Menn þurfa að fá svona einhverja eldsálir eins og Jón Valdísi sem að hjálpa okkur að drífa þetta virkilega áfram og svo þurfum við eiga alveg hellinga frábæru starfsfólki og allt þetta fór saman hérna og þannig að úr uppskriftinni var þetta þessi góða kaka En fyrir sjúklingarna sjálfa verður hún skilvirkari? Allt umtali öryggi og gæði í heilbrigðisþjónustu á að skila sér í betri verkfællum fyrir starfsfólk og síðast en ekki síst auknu öryggi og gæðum fyrir skjólstæðingarstofnunum. Það er líka talað í skýrslu sem ég sá þetta að starfsánægja sé einn af lykilþáttunum í því að veita góða þjónustu. Já, og náttúrulega með bættri aðstöðu fyrir starfsfólk þá er starfsánægjan meiri og líka betur gengur, þá er starfsánægjan meiri. Þá getur þú skilað þínu betur. Þetta er fyrsta sjúkrahúsið á Íslandi sem að fær slíka vottun. Já, þetta er rauninni fyrsta heilbrigðisstofnun á landinu, hvort sem það er sjúkrahús eða önnur heilbrigðisstofnun. Það einstakar einingar hafa verið vottaðar eins og blóðbankinn til dæmis með ISO-vottun og tölvu- og upplýsingadeildin á Landspítalanum til dæmis með ákveðna vottun, en sem heild, sem sjúkrahús með alla ferla innanborðs og allt þetta, þá erum við fyrst á Íslandi og þannig brotið blað í íslenskri heilbrigðissögu getum við sagt, þannig að við erum mjög stolt af því. Næstu skref sem að stigin verða? Næstu skref er að vinna í úrbótaáætlun sem var send til DNVF og þau samþykktu, þannig að það verður gert á þessu ári að leiðrétta það sem betur má fara í samráði við þau. Og svo erum við að huga ISO-vottun sem verður gerð forúttekt á núna í haust og komast inn í vera vottuð af ISO 9001/2015. Það er næsta markmið. Þannig að þið verðið hér með medalíur upp alla veggi nánast. Það má segja það. Já, þetta er eins og Jón Valdi sagði, þetta er ekkert spretthlaup, þetta er langhlaup og þetta er viðvarandi. Við erum alltaf að reyna að vera betri og betri.